comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Hinn árlega handverksýning Félagsstarfs eldri borgara stendur nú yfir hér í Víðilundi. Hvað einkennir sýninguna þessu sinni? Sko það sem að einkennir kannski er svolítið öðruvísi núna heldur en hefur verið. Það hefur verið námskeið í þarna leður og roð vinnslu, bæði í púðum og töskum og veskjum og svo er líka sem er alveg nýtt, það er þarna víravirkisgerð, silfursmíði, sem er alveg sérstaklega skemmtilegt og þau hafa haft mjög gaman að þarna vinna í og mér finnst dásamlegt að hvað þau eru flink að vinna úr svona fíngerðum. Já, það kennir svo sannarlega ýmissa grasa hérna á sýningunni. Þið eru greinilega að vinna með alls konar efni. Hér eru munir úr tré, það er postulín hérna, bútasaumur og ýmislegt annað. En það sem vekur samt, já, kannski ekki síst eftirtektirna eru dúkarnir. Þið eru með ótrúlega marga og fallega dúka. Já, og það er svona alveg sérstaklega skemmtilegt með gamla dúka, fá gamla dúka sem eru búin að vera kannski niður í skúffum í áratugi að svo koma þær og vinna, klára og það er svo gaman þegar þeir loksins koma fyrir sjónir almennings. Það eru margar vinnustundir þar að baki. Þið eru með dúka á sýningunni. Segðu mér aðeins frá þínum dúkum. Sko, ég bara, þetta er svona eitthvað 60 eða 65 ára gamall dúkur og ég saumaði hann fyrir vinkonu mína sem var repprið á honum. Þannig að þú ert að klára hann fyrir vinkonu þína? Já. Og hún fær sem þetta að njóta hans? Já. En hvað með dúkinn þinn? Hún byrjaði þessu 14 ára gömul í barnaskóla, dóttir mín, og hún er nú orðin 46 ára í sumar og ég er að klára hann. Já, en á hverju kláraði dóttirin ekki dúkinn á sínum tíma? Já, ég held hún hafi bara ekkert haft áhuga á því. Hún er sér Reykjavík og sendi mér hann þaðan. Og nú er hann bara orðin tilbúinn, loksins? Já, ég var búin að koma hérna áður að byrja á honum og gafst upp og svo kom ég í febrúar í vetur og þá ákveði að klára hann. Og hvað, fer hann þá suður á stofuborði hjá dóttirinni? Ég reikna nú alveg með því, ég er svo gömul, ég hef ekkert með hann að gera svo sem. En hvað, sér þú ekkert eftir þessum fallega dúk bara til vinkonuðinnar? Nei, svo saumaði ég þennan fyrir aðra konu. Þetta byrjaði á þessu fyrir 55 árum á Laugalandi. Og hún náði ekki að klára hann sem sagt á sínum tíma? Nei. Það er nú gott að eiga góða að eins og þig. Þetta er 200 klukkustunda vinnu lag á þessum dúk. Ég veit ekki, allir ekki 400-500 á þessum hérna. Fólk áttar sig kannski ekki alltaf á því hvað er mikil vinna sem liggur á bakvið svona dúka. Nei, ég er bara með saumasík. En svo eru nú fleiri útsaumsform að finna hérna. Hvers konar útsaumur er þetta á dúknu sem þú ert með? Ég held að þetta sé kópilín, saumur. Og þú saumar þetta fyrir margt löngu? Já, svona 35 cirka. Ég saumaði þetta bara heima og kláraði hann aldrei að gera utan við hann af því ég kunni það ekkert. Fór svo hingað í vetur og lærði það. Þær kunna allt hér. Og nú er hann loksins tilbúinn og hvað? Fer hann þá á stofuborði? Ég er ekki búin að ákveða. Ég kannski gefa einhverjum hann ef einhver myndi vilja hann. Þetta er nú tískulitinni núna, appelsínugulur og... Ég var alveg búin að missa áhugann á hann tímabili, þá var þetta ekkert í tísku þessi litir. En svo gengur þetta allt í hringinn. Já, já. Here comes the sun. Here comes the sun. I say
Hvað liggja margar klukkustundir á bakvið þinn dúk? Ég veit það ekki. Það er dálítið margar. Það eru nokkuð mörg ár síðan þú byrjaðir á dúknum. Já, ég byrjaði á hann haustið 61 og var að ljúka við hann núna. En hvað gerist þarna í millitíðinni? Bara önnur handavinna og vinna og allt það. Svona, barnauppeldi og fleira. Þannig að dúkurinn fór bara hún í skúffu Já. og var svo fyrst tekinn fram. Núna í fyrra sumar og svo kláraði ég hann núna. Og núna er hann þess að tilbúinn. Hvað verður hann? Ég veit það ekki. Hann verður sem ég setti bara ykkur þar. Hann getur nú ekki farið aftur hún í skúffuna eða nokkuð þegar hann er núna loksins hann tilbúinn. Ég veit það ekki. Nei, sennilega ekki. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, Þú ert hér með dúk í vinnslu. Segðu okkur aðeins frá honum. Það er nú ósköp lítið frá honum að segja. Ég byrjaði þessu fyrir 62-3 árum og það tók hann svo upp núna seint í febrúar. Og hvernig gengur? Illa. Þú náður honum allavega ekki inn á sýninguna. Nei. Og það var nú eiginlega bara fyrir það að augum punktiruðu. Þau bara eitthvað gerðist og ég fekk smá flensu og þess vegna gekk svona seint. En áttu langt í land? Já, allt í land. En segðu okkur aðeins frá þessu útsensformi. Hvað heitir þetta? Þetta heitir húlsaumur. Meiripartin á hann svo er herpisaumur. Þetta hérna er herpisaumur og á eftir að setja hérna í þrjú hólf og það er mér sagt að heiti herpisaumur. Ég vissi það nú ekki fyrir Linda sagði mér. Og hvað verður dúkinn þegar hann verður tilbúinn? Já, það er málið. Hann verður ábyggilega bara mertur einhverjum. Svo verður ekki slegist út úr hann. Það verður ekki slegist út úr hann. Þegar ég gefa hann einhverjum. Þetta verður gott mál. Og verður léttir að klára þetta? Það verður léttir ef ég klára þetta. Er eitthvað ef í því? Já, það getur verið ef ég er orðin það gömul. Og sjónin að bara klikka. Við skulum vona að verkefni klárist nú samt sem áður. Ég ætla að vona það því ég fer til augnlæknis í næstu viku. Þá kannski getur hann eitthvað gert fyrir mig. here comes the sun.